Góða kvöldi. Góða kvöldi. Vertu velkominn, Þórólfur Guðnason. Já, takk fyrir það. Mikill heiður að fá þig. Sömuleiðis. Fyrsti sóttvarnalæknirinn sem fáum við þáttinn. Já, ótrúlega hensa. Þeir eru svo fáir, þannig að það er erfitt að fá þá. Já, byrjum bara á því að þakka Barjón kærlega fyrir. Nýjir eftirréttir mættir þar. Já. Svo kom inn á senasta þetta. Djöflatertan. Já, það er vist hitt uppáld. Ég er ennþá meira fyrir gulrótarkökuna. En svo eru þetta volk, súkkulaði, kaka og ísplanta líka. Já, hún er ekki allra. Nei. Já, bara eins og við segjum, mikill heiður að fá þig. Þú varst að segja að þú væri frá Eskifirði. Já, hann var að segja að það væri nánast ekki staðar á landinu sem hann ekki búið á. Nei, einmitt. Ég er svona, má kannski flokka mig sem landshorna flæking. Já. Ég fættur á Hvolsvelli, átti svo heima á Eskifirði, svo í Vestmannaeyjum og svo hef ég átt heima á Akureyri, tók kandídatsárið þar og svo náttúrulega Reykjavík og núna á Seltjarnarnesi, og svo Selfossi líka. Já. Þannig að ég hef bara komið víða við. Áttu svona erfitt með að finna þig á réttum staði? Nei, ég bara fór náttúrulega uppalega það sem að foreldrarnir mínu bjuggu og svo síðan elti svona námið og vinnan svolítið, þannig að og það er svo skrítið að sko, það er eiginlega sama hvar maður það er alltaf jafn gott að vera. Já, þú líkur stúdentspróf frá Menntaskólanum á Laugavatni. Já. 73, það er herrans ár. Já. Og embættispróf í læknisfræði frá Háskóla Íslands árið 1981. Þá stundar nám í almennum barnalækningum á Íslandi og í Bandaríkjunum árið 1984 til 88, ef fyrir mér rétt mál hérna. Og síðan nám í smitsjúkdómum barna í Bandaríkjunum frá 88 til 90. Þannig að þetta er heljarna skólaganga hérna. Og svo gleymur sko, ég byrjaði læknisfræði í Danmörku. Já. Og bjóð þar sko fyrstu frá 70 og byrjun á 74, áramóti 73-74 og til 77. Kláraði svo læknisfræðina hérna heima á Íslandi. Var þetta svona, þú horfir aftur, var þetta skemmtilegu tími? Já, mjög skemmtilegur og svo má ekki gleyma því ég var í Svíþjóðin sem eitt sumar að vinna og hérna, svo náttúrulega, eins og þú gast þá var ég á Laugavatni í menntaskóla og í 4 ár og það var náttúrulega mitt heimili, þannig að ég hef verið nánast allstaðar. Allstað ég gaman að vera, það er svo ótrúlegt. Það er engin staður að þessu stöðum þar sem mér hefur liðið illa eða ekki fundið mig. Nei. 16 ára læknisnám, er það nóg? Já, það geti svona, það er góð spurning og það er nóg fyrir suma en kannski ekki aðra og hérna, það fer svona eftir því hvernig maður stundar námið og hvaða leið maður velur. Svo eru margir sem þurfa að velja sér þannig sérnáma eftir læknisfræðin, almenna læknisfræði að þeir þurfa að vera í sérnámi töluvert lengur, þannig að þetta er svona mismunandi lengd á þessu námi. Þú velur þarna smitsjúkdóma barna. Hvað kemur til? Já, það var sko, ég var fljótur ákvað að fara í barnalæknisfræði og hérna ákvað að fara til Ameríku og ætlaði uppalega alltaf að fara í nýrnasjúkdóma barna. En svo þegar ég er hérna úti þá segi ég bara það að það var engin barnasmitsjúkdómalæknir á Íslandi, það voru fullorðins smitsjúkdómalæknar og smitsjúkdómar hjá börnum alltaf svolítið öðruvísi heldur en smitsjúkdómar hjá fullorðnum hegða sér öðruvísi og þannig að ég hélt að það yrði praktískara nám fyrir mig að taka smitsjúkdóma af því að smitsjúkdómar eru bara mjög algengir og nýta mér það á Íslandi. Ég hef ekkert séð eftir því, það hefur verið gríðarlega lærdómsríkt og ég held að ég geti sagt að ég hafi með öðrum komið bara miklu í verk í smitsjúkdómum á þessum tíma sem ég hef verið að vinna, þannig að sé alls ekki eftir því. Nei, bara örstuð, hvernig hegða þeir sér öðruvísi í börnum? Já, þeir bæði sko smitast öðruvísi og valda allt öðruvísi einkennum og rannsóknirnar eru öðruvísi og svo er meðferðin oft öðruvísi. Þarf að sníða meðferðina frekar að börnum eða meira að börnum heldur en kannski fullorðnum oft á tíðum og svo eru bara margar af þessum veirusýkingum og umgangspestum miklu algengar hjá börnum. Börn smita oft fullorðna. Þannig að þetta er svona allt, þetta er öðruvísi hérna faraldsfræði og öðruvísi einkenni og meðferðin oft öðruvísi. Já, öðruvísi dýr sem mjög leiri í íslensku. Já, börn eru öðruvísi dýr heldur en fullorðinsdýrin. Já, algjörlega. Örsnögt, áttu einhvern skákbakgrunn? Já, ég teldi í gamla dag. Það var nú aldrei sérstaklega góður, hafði mikið áhuga og telt mikið á heimilinu hjá mér. Ég náði aldrei inn í sérstakum árangri en svo svona bara gufaði það upp þegar maður fór kom unglingsárin og fór að gera annað. Já.
53 úr 19 ára þegar MV fer fram 72, varstu spenntur við skjáin? Já, skjáin, ég fór í höllina. Já, lælegt. Já, ég fór í höllina, það var mjög mikil upplifun. Já, hvernig var þarna, vorum við Hötta Magundaginn sem var að lýsa þessu fyrir okkur, hvernig var stemmingin þarna? Var þetta eins og að horfa á málningu þarna? Nei, það var ekki, það var í svona hliðarherbyggin voru skák útskýringar og þannig að maður gat farið í aðalsalinn, það sem var náttúrulega grafarþögn og horta á þessa stórkostlegu menn verið að tefla hana og hérna svo var náttúrulega búið að byggja upp svo mikla spennu fyrir þetta MV og svona mikla spennu í kringum Bobby Fischer að þetta var stór stund og svo gat maður farið inn í hliðarsal og horta á spekinga vera skýr út og spá í spilin og þar var talað og gegrætt og annað og þetta var mjög skemmtilegt. Hélstu með Fischer eða Spassky? Ég held nú eiginlega með Fischer, mér fannst hann sko að hann var svo skrítinn og skemmtilegur og svo var náttúrulega sovjerska blokkin með Spassky og mér fannst einhvern veginn komið tíma á að bandaríkjamenn myndi vinna þetta eða einhverjur aðrir heldur en sovjetmenn. Algjörlega. Kyocera menn Leifur, PLT. Þeir vilja nú byrja að þakka Þóruli fyrir að prenta út hvorki meira minna en 93 minnisblöð. Gott eða ekki. Já. Hver prentaði út 93 minnisblöð? Já, Kyocera gerðu það fyrir. Þeir eru svona með prentlausnir. Já. Þú prentaðir út 93 minnisblöð. Er ekki rétt? Ég held að sé þannig með tölu. Held þetta hafi verið 93. Nema að sé eitt í bígerð kannski. Já, þau eru örgulega fleiri. Ég hugsa að sé alveg nú búin að ná 100 sko. Fóru sum í tætaran? Nei. Þetta er alltaf mjög vandað og fór ekkert í tætaran en þetta eru eitthvað 200-300 blaðsíður í heildina. Já, einmitt. Tók þetta saman sko núna fyrir áramótin og gaf ráðherra jólagjöf Willum innbundi í skinnband öll minnisblöðin sem ég hefði gefið út og líka Svandísi Svavarsdóttur fráfarandi færði þetta sérstaklega. Það er söguleg gjöf, það er mjög flott gjöf. Já. Og þeir kunniði bestu þakki fyrir. Þeir vilja byrja að segja bara, þeir slengja að segja thank you for your service. Þeir vorkendu ekkert smá mikið en þeir tölum að þú hafi ráðið inn sem sóttvarnalækni korter í ellilífeyrin til að fara í þægilegt kafusíkó-gigg eins og þeir orðaða. Það er ekki Þórólu bara heimsfaraldur í andlitið. Við gefum okkur þetta kannski ekki alveg eins og sást þetta fyrir þér. Nei, þetta er nú kannski ekki alveg svona vegna þess að þegar maður fer í þetta starf og ég byrjaði að vinna hjá sóttvarnalækni, þáverandi sóttvarnalækni Haraldi Brím 2002 og ég kem hingað heim frá Ameríku 1990 og vinn sem smitsjúkdómalæknir á barnaspítala Hringsins og almennu barnalæknir og líka með stofu og svo því ég fer að vinna hjá sóttvarnalækni 2002 þá var strax byrjað að undibúa það að við myndum fá faraldur. Við vissum að það kæmi faraldur og þá vorum við að búast við að kæmi faraldur influensu eins og gerðist þetta 1918 og hefur gert svona á kannski 20-30 ára fresti eitthvað svoleiðis og síðasti heimsfaraldur influensu var 2009. Þannig við vorum alltaf að bíða og undibúa okkur undir það að kæmi svona faraldur, heimsfaraldur. Við byggust ekki endilega við þessari kórónuveiru en þetta hún hefur hegðað sig svona bara svipað eins og influensa. Þannig að það komir ekki þetta óvart og fyrst hún þurfti að koma á mínum líftíma þá geti ég ekki annað en svona bara mér aðeins og brjóst og fengi að taka þátt í því með öðru góðu fólki að berjast við þetta. Algjörlega. Bara pæling sem að skauti upp í kollunum á mér en maður sá oft þessar grímur í kringum svarta sem að myndi svolítið á krumma eða eitthvað í þá áttina og manni fannst þetta svo fáruleg tilhugsun og manni hugsaði bara hvað voru sem menn að gera, okkur voru með þessar grímur en þú veist, í dag þá bara sjáum við að Já, það eru bara nokkur svona grunnatriði sem skipta máli. Grímur hafa alltaf verið notaður til dæmis inn á spítölum, það sem verða í aðgerðum, það sem verða venda sjúklingin til sérstaklega og kannski fólk er líka að venda sig gegn svona smitandi sjúkdómum. Þannig að grímur hafa verið notaðar inn á stofninum bara, ég veit ekki síðan hvenær sko. Síðan gerist það náttúrulega líka þegar kemur svona faraldur, svona veirusýking og þá þarf að menna fyrst að hugsa spýta hvernig smitast þetta eiginlega og þegar að menn sjá það þetta smitast með dropasmiti sem að þýðir þá að maður getur ekki verið mjög nálægt viðkomandi ef maður hóstar en herrar þá eru stóri dropar með smitefni sem að geta lent á manni og þá smitast maður eða úðasmiti sem kom nú seinna í ljós með COVID úðasmit þá dreifist flýgur til loftinu svolítið lengra með litlum úðum úðadrópum og þegar menn sjá hvernig þetta smittast og með snertismiti þá er tiltölulega
einfalt og auðvelt að sjá býtu, hvað þurfum við að gera til þess að koma í veg fyrir smitt. En það er kannski erfiðara að svona útfæra það og framfylgja því og allir fylgi með og haldi þetta út. Það er stóra málið. Algjörlega. Mér langar aðeins að ræða þig hvernig var varst mikið í umræðunum, mikið með tannafólki á tímbili, varst kallaður öllum nöfnum þar á meðal einræðisara Íslands, vildi einhver meina, og varst ábyrgur fyrir bara allir þjóðinni. Hvernig lagðist þetta á sálartitri? Ég var náttúrulega kallaður, ég var nú ekkert að fylgjast vola mikið með þessu, en ég var kallaður náttúrulega mörgum og er kannski enn, ég kallaði morðingi og einræðisherra eins og segir og alls konar öllum nöfnum. En þetta, ég tók þetta ekkert inn á mig því að þeir sem voru að nota þessu orð og eru svona aktífir á samfélagsmiðlum að þessum toga, að þeir voru ekkert bara að tala illa um mig, þeir voru bara að tala illa um alla og ég hef nú sagt það margoft áður að það var í þessu fái skipti sem að ég hjálpaðist til að sjá, svona, að fylgjast með þessu, þá byrjaði þetta yfirleitt með því að menn voru að tala svona illa um mig og svo voru aðrir sem að koma til varnar og svo endaði þetta með því að þeir sem voru að posta á samfélagsmiðlum að þeir fóru að rífast sín á millum hvað það var miklu bjánar og þannig að þetta var ekki mjög uppbyggilegt en ég reyndi að leiða þetta bara algjörlega hjá mér og þannig að þetta hefur ekki snert mig neitt. Þið voru ekkert að prenta þetta út þessir yfirvildi og kannski ræða þetta á kaffistofunum hvort þetta væri eitthvað góðar ábendingar hana? Nei, það voru engar góðar ábendingar, ekki nokkrar Ég hef sagt það að ég hef ekkert að móti því að menn var að gagnrýna það sem var sagt og það vekur mann til umhugsunar ef þetta var málefnalegt en þegar leiða menn byrja að kalla menn svona illu nöfnum og vera með einhverja algjört bull í umræðinu þá er bara ekkert á það hlustandi. Algjörlega. Ef við snúum okkur aðeins aftur á COVID orða á götunni er að COVID sé búið en við sáum árið 2021 að þá heldur menna að þetta væri búið, það var engar takmarkanir svo skellur á önnur bylgjum hausti byrjum á því af hverju gæti það nákvæmlega sama ekki gerst aftur í haust? Ég bara minna á það að ég sagði aldrei að COVID var í búið í fyrra sumar. Nei, ég sagði einmitt að það var ekki búið. Já, við vorum að tala um orða á götunni. Já, ég veit það, en ég var að reyna að segja það og þá voru menn sem að kölluðu mig bara, heyrðu, að ég væri búin að missa salinn og það var ekkert svona, ég væri búin að tapa þessu, þetta væri búið. Þá voru ýmsir merkir á sjónvarpsmenn og þáttagerðamenn sem að töluðu þannig og mér fannst þetta mjög óvarlegt. Ég vissi alveg að þetta mynd væri ekki búið. Og af hverju vissi ég það var vegna þess að það voru bara svona fáir búnir að smitast og bóluefnið var ekki alveg að gera það eins og við vildum það gerði. Við viljum að bóluefnið komi í veg fyrir smita milli fólks. Ef þú ert full bólusettur að þá myndi ekki smitast. Þannig eiga bóluefni að virka og þannig virka þessi bóluefni sem við erum að bólusetta börn með. En þannig að þegar það kemur ljós að það er ekki þannig að þá var algjörlega ljóst að við myndum, þetta væri ekki búið. Og svo þar fyrir utan þegar þessi delta byrjaði síðastliðið sumar sem að komst undan bólusetningunni og miklu meira smítandi heldur en fyrir afbrigði það sá maður strax að þetta væri alls ekki búið. En þegar að bóluefnin koma, bara, er þetta ekki loka ást 2020 það sem að þetta er að koma fyrstu skammtinn, er ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt. Já, var kampavínu þá komið í kæli? Nei, já, auðvitað fögnuðu við og vorum gríðarlega glaðir vegna þess og glöð því það var, fyrstu rannsóknirnar á bóluefnum sýndu það að það var bara mjög virkt í að koma í veg fyrir smitt og það var þá þessu upphaflega afbrigð af veirunni, þetta Kína Wuhan afbrigði sem að bóluefni hafa búið til úr því afbrigði og þá náttúrulega horfðum maður fram á það og auðvitað vonaðist maður til þess að það myndi virkilega koma í veg fyrir smitt og myndi endast. Síðan þegar fara rannsóknirnar bara að benda til þess að vendin endist ekki eins lengi sem menn vonuðist til og svo fór að koma ný önnur afbrigði sem fór að smeyja sér undan bóluefninu en eftir sem áður að þá sýndu rannsóknir að bóluefni kom í veg fyrir alvarleg veikindi og þetta var það bara mjög ánægilegt en ég lýsti því yfir að mér finnst að það var ákveðin vonbrigði að bóluefni virkaði ekki betur gegn smiti og ég fekk nú tiltal frá mörgum fyrir það að ég var að tala niður bóluefni en mér fannst það var bara sanngjöld kritik en við þurftum bara að lifa með því og stilla okkur af miða við það og ég held að við höfum gert það.
bara til að svara líka þess að þú spurðir áðan að því að hvort að hlutin var eitthvað öðruvísi núna en voru fyrir ári. Þeir eru alltaf öðruvísi að því leitinu til að nú bara stór hluti þjóðarinnar búin að smitast og við sjáum það að smitast veitir miklu betri vernd gegn endursmiti heldur en bólusetningin gerir. Þannig að það er ekki mjög margir sem að síkjast aftur sem hafa fengið COVID og síkjast kannski 2 og sumir hafa síkst 3 en það er bara mjög fátítt. Kannski 10%, 11% sem hafa smitast aftur. Það er ekki mikið. Þannig að þess vegna komist við upp með það núna að vera með engar takmarkanir og samt vera með svolítið veiru í gangi. Við erum að greina 100 manns á dag, eitthvað svoleiðis, og við erum ekki með vandamál inn á spítölum. Og það er bara út af því að við náðum að bólusetja stóran hluta þjóðarinnar og gátum þannig í kjölfari, láti veiruna ganga og komið í veg fyrir alvarleg veikindi, þannig við byggðum upp þetta ónæmi á þennan máta. Þannig getum við svona frjálst höfu strókið núna. Já, algjörlega. Dominosmenn, þeir voru afar ánægðir með sneiðina sem þú komst með daginn þegar þú tilkynntir að þú verður að leggja skóna hilluna, eins og við kallum það, þegar þú sagðir að það ætti nú ekki að vera vandamál að finna eftirmálinn þar sem að það eru ykkur 300.000 sóttvarna sérfræðingar hér á landi. Þá spyr ég, segjum sem svo eins og við vorum aðeins að ræða fyrir þátt að það myndi koma eitthvað nýtt afbrigði sem að bóluefnin myndi bara ekki, sem verður það bara þannig að fólk myndi bara smitast aftur þó væri búin að fá veiruna og myndi bara veikjast alvarlega. Þarftu þá að fara aftur og tegja upp í hillu og setja skóna aftur á þig? Nei, það er fullt af góðu fólki til. Þetta er ekki bara, þetta snerist ekki þó að svona mig, þó að þetta hafi út á við og í fjölmiðlum ég verið svona kannski mest áberandi af þeim sem tóku þetta var samvinna alveg gríðalis hóps af fólki. Það má ekki gleyma því, það er náttúrulega fólki sem að vinna með mér í sóttvörnum, það eru fólkið en að embætti landlæknis sem við vinnur, það eru bara heilbrigðisþjónustan sem við fundum alveg reglulega með og í upphafi að daglega nánast, fólk sérfræðingar inn á Landspítala, smittsjúkdómalæknar, yfirlæknar þar, almannavarnir, stjórnvöld, þetta var gríðarlega stór hópur sem stóð að þessu, þó á endanum hafi ábyrgðin mín samkvæmt lögum verið að gefa tillögur og leiðbeiningar til ráðherra. Þá mótast þær náttúrulega af mikilli umræðu og samvinnu og ekki bara hér innanlands, þetta líka erlendis, reglulegi fundin með kollegum á Norðurlöndunum, bara ýmislegt, hópar kringum skólamál, hvernig smitast börn í skólum og er rétt að loka skólum eða vera með takmarkanir í skólum, bólusetninga, hvernig það virka, hvað er reynsla, með Evrópusambandinu, með sóttvarnastofnun Evrópu, með alþjóða heilbrigðismálastofnuninni, þannig að þetta var alveg gríðalegt samráð í allar áttir innan lands og utan sem móta endanlega þessa vinnu, þannig að það er fullt af fólki sem getur tekið við að mér. Algjörlega. Hvernig var það voru við tilbúin fyrir að lagalega séð undir svona faraldur og þá velti ég fyrir mér eins og góð vinkona en hún var alltaf að velta fyrir sér hún Sigríður Andersen hvort það væri lagaleg stoð fyrir að vera að læsa fólk inn í heima hjá sér. Hvernig var það? Er komin eitthvað sönnun á það? Voru þið alltaf í fullum rétti til að beita nákvæmlega hinn takmörkunum sem þið töldu best? Já, þetta er áhugaverð spurning og það var þannig að það hafa nokkur dómsmál verið höfðuð bæði af fólki sem var sett í einangrun, fólki sem var sett í sóttkví og þau hafa öll unnist bæði í héraðsdómi og í landsrétti nema eitt. Það sem fólk var skikka á tímabili til að fara í farsóttarhús. Fólk sem var að koma frá ákveðnum svæðum, þar sem að tíðnin var mjög há og við vorum búin að undirbyggja það þannig að við sáum það að það var nóg með þeim aðgerðum sem voru á landamærunum taka sýni frá fólki á landamærum, þá sáum við og var aðgreiningum af veiruna, þá gátum við séð nákvæmlega að það var nóg að 1 eða 2 eða 3 einstaklingar slippu í gegn, að þeir voru að setja stað stóra faraldra. Já. Og þá var þeim grunni og fólk var ekki að fara eftir leiðbeiningum einangrun, að vera í einangrun, við gátum rakið smitt frá einstaklingum yfir í svona faraldra. Og þá var þeim grunni sem ég lagði það til, að við myndum skikka fólk frá svæðum þar sem að tíðnin var mjög há að fara í farsóttarhús. Það var höfða mál út af því og það tapaðist, það væri ekki laga grundvöllur fyrir þessari ákvörðun og þá var lögunum breytt snarlega og síðan hefur ekkert mál tapast, þannig að ég svara því nú bara þannig að
að já, það var lagagrundvöllur fyrir þessum ákvörðunum, en það verður að vera lagagrundvöllur fyrir að beita þessum grundvallaratriðum í smitvörnum, sóttvörnum. Við erum að tala um að venda þjóðina með því að beita einangrun, loka af þá sem eru smitaðir, þangað til að hætta að smita og þá sem eru útsettir, hugsanlega hafa smitast, að setja þá í svo kallega sóttkví. Þetta eru grunnatrið sem hafa verið notuð í árhundruði í smitvörnum og sýkingavörnum hafa svo sannarlega sannað gildi sitt og gera það svo sannarlega í COVID líka. Einmitt, þetta er eins langt frá að vera nýtt á nálinni eins og hægt er. Algjörlega, þetta er ekki nýtt á nálinni. Þetta er eldgamalt ráð sem að virkar enn og við munum nota ef áþarf að halda. Algjörlega. Ef við lítum aðeins í baksinnispilin núna, hvernig fannst þér íslenska þjóðin standa sig yfir að heila? Gríðarlega vel og það er í raun og veru alveg ótrúlegt að það sé hægt að beita svona aðgerðum sem eru svona rosalega íþingjandi fyrir bara mjög marga og nánast alla að loka starfsemi og fyrirtækja og annað slíkt. Það er alveg ótrúlegt að hvað samstæðan var góð, sérstaklega í byrjun. Svo náttúrulega fóru að koma örgur í fólk eftir sem leiða á og svona skiptar skoðanir. Prinsipin voru þau sömu og eins og við vorum alltaf að benda á, það var mikið talað um það að það var verið að taka frelsi af fólki og frelsi til athafna og frelsi til vinnu og svo framvegis. En hver var hinn hliðin á þeim peningi? Jú, hún var svo að við myndum þá missa þetta út úr höndunum. Við fengjum útbreytan faraldur þegar við vorum með 5%, 5-6% eins og í byrjun sem að þurfti að leggjast inn á spítala af þeim sem smituðust. Og við vorum alltaf að benda á það. Ef við fáum útbreytan faraldur, þá fáum við svo marga sem þurfa að leggjast inn á spítala, það setur allt í annan endan. Ég meina, og ekki bara fyrir COVID-sjúklinga. Við höfum hægt að geta annast á. Margir þurft að gjörgæslu, hvað ætlum við að hafa gjörgæslupláss? Hvað með aðra sjúklingahópa? Hjartasjúklinga, sjúklinga með krabbaminn, þeir hefði ekki komist inn á spítalan, við höfum mistið þetta allt út úr höndunum. Þannig að þetta var algjörlega forsendan fyrir því að reyna að halda hér uppi heilbrigðisþjónustu fyrir fólk, var að reyna að hafa hemil á faraldrinum, sérstaklega í byrjun, og síðan losuðum við bara tökin þegar við sáum það að við vorum búin að bólusetja og við vorum ekki eins mikið af alvarlegum veikindum, þá gátum við þolað meiri útbreiðslu í samfélaginu. Það var tilgangurinn, ná útbreiðslu í bólusetningar, þannig við gætum þolað meiri útbreiðslu í samfélagið á þess að fá mikið af alvarlega veiku fólki inn á spítala. Það stóð nú tæft núna í byrjun þessa árs þegar þessi Omikron-bylgja byrjaði. Það var mjög tæft á spítalanum þegar voru kannski 10 manna sem lágu inni og sömuleiðis á gjörgæslu. Það var mjög tæft. Algjörlega. Hvernig fannst þér samtalið við ríkisstjórn að vera? Gríðarlega gott og alveg ótrúlega fínt og ég sem sagt byrjaði nú samtalið við Svandísi áður en faraldurinn byrjaði og ég held að meðan að hún var að þá höfum við ræðist við á hverjum einasta degi og stundum nokkrum sinnum á dag það sem að ég var bara upplýsan að hvað var að gerast og það var líka eiginlega skylda mín bara uppfræðana fræðilega svona faraldra, hvernig þeir hegða sér, hvað er til ráða, hvernig smitsjúkdómar er þetta, hvernig á að meðhandla og svo framvegis. Það var alveg skilyrði fyrir því að menn væru með og sömulegis eftir að Willum byrjaði þá sambandi verið gríðarlega gott og þetta er ekki eins mikið núna þegar ekki eins mikið að gerast í þessu en þetta hefur gengið bara mjög vel og líka með forsætisráðherra þannig að þetta hefur verið og þeim bara þakka það hvað þau hafa staðið sér vel í þessari baráttu finnst mér. Það eru þarna nokkur öfl og þetta er ákveðin búrokrasi að þú ert að vinna þarna með Svandísi og síðan Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra, seinna Willum. Myndaðist einhvern tímann einhver togstreita? Nei, ég get alls ekki sagt það. Þetta er það þannig að þegar við ræddum bara mjög hispurslaust hvað væri til ráða og hvaða úrræði væri líklegast til að skila árangri og hvaða úrræði það væri sem myndi ekki skila árangri og þetta komu ýmis sjónarmið upp í okkar samtali og það endurspeglar svo endanlegar tillögur og niðurstöður því að ég hafði sjálfur sér engan áhuga á því að vera að koma með tillögur sem ég vissi að myndi skapa gríðarlegan óróleika og ósamstöðu í ríkisstjórninni vegna þess að það engum verið greiði gerður með því að
búa til einhvern óróa og bresti í samstöðuna því að það frumskilið ef við ætlum að ná árangur að hafa samstöðu og þá verður ríkisstjórnin að hafa svona vera svona hafa forgöngu og í því að sýna samstöðu. En fannst þið þá ekki erfitt að því að, ok, nú ertu búin að tala að samtalið hafi verið virkilega gott að milli beggja ráðherra Svandísar, Willum og svo Katrínar forsætisráðherra, en þá voru ráðherrar innan ríkisstjórnar í Sjálfstæðisflokknum og þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem að, já, bara nánast eftir hvert einasta minnisblað frá gagnrýndi þig. Var þetta ekki erfitt? Já, jú, það var það og ég gagnrýndi það sjálfur og sagði að það væri frumskilyrði að ríkisstjórnin sýndi samstöðu, við þetta geta með rætt málin og þá verður það að komast að niðurstöðu endanlega og staðið þá saman það ef það ætla að hvetja þjóðina til að sýna samstöðu og verður ríkisstjórnin að sýna samstöðu sjálf og mér fannst nú stundum skorta á það, mér fannst menn svona tjá sig svolítið óvarlega og ófaglega myndi ég segja, ég held ég get alveg sagt það en auðvitað hafa menn alveg rétt af því að hafa sína skoðun en ég kallaði mikið eftir því að þegar að menn eru að tala að það sé verið að vega frelsi fólks sem að svo sannarlega það var gert að þá verða menn líka að horfa á afleiðingarnar af því að sleppa því hverjar eru það og til hvaða ráða ætla menn að grípa þá hvað ætla menn sko ef við hefðum til dæmis í byrjun faraldursins þegar við vorum kannski eiga við bara 10-20 smít á dag og kannski upp í 30-40 og vorum með sem sagt innlagna hlutfalli var 5%, 5-6%. Hvað hefði menn gert ef við hefðum verið með sama innlagna hlutfall Omikron þar sem voru að greina upp í 4.000 manns á dag. Já. Ef þetta hefði verið jafn alvarlegu sjúkdómur og 5% af, sko, ef þetta leggja einhverja 20-100 manna inn einhvers staðar, hver átt að sjá það, hvar áttu þeir að vera? Þannig að það hefði verið skelfilegt ástand. Ég var alltaf að reyna að benda á þetta. Það var svona misjaft hvort að menn hlustuð á það eða ekki því miður. Sko það sem ég var alltaf hrættastu við í kringum Omikron var það að var þessar sögursagnir um það að kannski þróunarlöndin væru óbólusett og einhvern veginn vildi ekki bólusetta sig og þar gæti myndað svona hraðall fyrir sjúkdómina að stökkbreytast. Í fyrsta lagi, hvernig metur hættuna því þegar við erum með lönd eins og Kína sem eru kannski ekki búin á hjarðanami og fleiri lönd sem eru bara fjölmenn og hins vegar ef við fáum nú nýtt afbrigði, hver líkurnar á því að það sé alvarlegt? Þetta svona aðal spurningin í þessu í raun og veru sko, meðan að faraldurinn að ganga bara víðsvegar heiminn og kannski á blúsandi siglingu og í mörgum löndum kannski ekki vita nákvæmlega hver útbreiðslan að þá geta alltaf komið upp nýja afbrigði sem að hegða sér öðruvísi, smokra sér undan ónæminu sem búið að byggjast upp að fyrri sýkingum eða bólusetningum og þá geta þau afbrigði náð útbreiðslu nákvæmlega eins og delta afbrigði gerði eins og Omikron afbrigði sem að verða kannski meira smitandi og miklu erfiðar að ráða við þau. Ég held að það getur gerst en mér finnst mjög ólíklegt að verða eitthvað alvarlegur faraldur að það komi upp þannig nýtt afbrigði að það bara sé eins og við sem að byrja bara upp á nýtt. Mér finnst það frekar ólíklegt, það getur auðvitað gerst en mér finnst það frekar ólíklegt. Svo má ekki gleyma því að við erum líka að bíða eftir heimsfaraldri inflúensu. Það aðrar veirur sem geta hegðað sér svona eins og til dæmis inflúensan. Getur komið nýtt og stökkbreytt afbrigði af inflúensinu sem að veldur svona faraldri líka. Þú komst aðeins inn á það í byrjun þáttar. Af hverju erum við að býta því? Já, því að það bara sagan sýnt okkur að það það sem við sjáum. Við sjáum nýja afbrigði koma af inflúensu á svona 20-30 ára fresti. Aðal faraldurinn sem við miðum við 1918. Það sem að var gríðalegu fjöldi sem lést í heiminum og hún kom hingað til lands og það létust rúmlega 500 manns dóu á nokkrum vikum á suðvesturhorni landsins og þannig að menn hafa alltaf verið að svona horfa á þetta sem dæmi það hvað gæti gerst og síðan hafa komið nokkrir heimsfaraldar sem hafa hegðað sig bara miklu vægar en við á móti þá eigum við byrðir af veirulyfjum fyrir Tamiflu fyrir inflúensuna sem hefur virkað á svona flest afbrigði sem hafa komið
og við erum líka með framvirkan samning bólusetningu, bóluefni. Þannig að þegar að, og menn hafa miklu meiri reynsla því að framleiða bóluefni fyrir influensu heldur en hafa ekki verið til bóluefni gegn koronaveirunni. Þannig að þegar að, eins og til dæmis 2009 þegar að síðasti svínaflensufaraldurinn kom, að þá fengum við bóluefni, fengum það svolítið seint, það var allir að bíða til bóluefni. En við náðum að bólusetja 150.000 manns með einni sprautu og hún virkaði það vel að það bara slöknaði á faraldurinn. Þetta hefði við viljað líka sjá núna, en það gerist ekki alveg eins. Nei, ein bónuspenning. Hvernig metur við bara stöðun, COVID-stöðuna bara að við tökum sko, hún góð hér á landi eins og staðan í dag, en bara við horfum á allan heiminn? Hún bara misjöfn á milli landa sko, og það er erfitt að átta sig á því nákvæmlega vegna þess að það eru mennir og hættir að fylgjast eins mikið með útbreiðslunni svo áður og þannig að tölur sem eru birtar mennum frá að nýta sér hraðgreiningapróf sem fólk tekur bara heima og koma þannig aldrei inn í neina svona opinbera tölur eins og var þegar þessi PCR-próf eru notuð og það var opinbera. Þannig við vissum alla sem smituðust, nú vita með það ekki, þannig að tölurnar eru ekki eins áræðilegar, en við vitum hins vegar að í flestum vestrænulöndum og Evrópulöndum þar sem að faraldurinn hefur geisað hvað mest og vest að þar sko COVID ekki næstum því eins íþyngjandi og alvarlega en svo var. En ég minna að það eru alls konar aðgerðir í mörgum löndum. Það er grímuskyldur í sumum löndum þó sé verið að slaka á því og alls konar takmarkanir víðs vegar, Bandaríkjunum til dæmis og svona þannig að þetta er bara mjög breytilegt og er alltaf að breytast frá degi til dags. Algjörlega? Já. Smittenmenn, foreldrar mínu voru einmitt að gera, þeir eru byrjað að greiða fyrir mig gulláskrift þar. Já, ég ætla að vera byrjaðar að smitten. Já, nei, ekki svo gott, en þeir eru bara búin að greiða fyrir mig, þeir keppast við það að koma mér út. Ég spurði þau sko, ég þarf ekki að hækka taxtan, ég veit að það bara að fá gulláskriftur og leif, þessu nei. Já, nei, mamma og pappi er að bólgeta, engar áhyggjur af því. Gott. En þeir hafa miklar áhyggjur af stöðu COVID-19 í Kína. Talandi foreldra, þá er faðir hinn búsettur í Kína, Birgir, og ætlaði að koma til Íslands jólin 2019. Nei, hann kom til Íslands jólin 2019. Já, hann kemur þó, hefur ennþá dag í dag ekki ennþá komist út. Nei. Af því að það kom nefnilega eitthvað upp hann í Wuhan, febrúar 2020. Rétt. Og Kínverjar eru þekktir fyrir að hugsa frekar langt fram í tíman, frekar ár heldur en mánuði eða daga. Jafnvel ára 10. Hvernig stendur á því að þeir séu ennþá að kljást við þessar hörðu COVID-takmarkanir og landamærin svona gjörsamlega lókuð? Og er eitthvað sem að þeir eru búin að sjá sem við erum ekki búin að sjá? Ég get nú ekki svarað þessu alveg. Ég veit ekki nákvæmlega hvað Kínverjar eru að hugsa eða hvernig sko staðan raunverulega er hjá þeim. Því eins og ég sagði áðan að þá er maður ekki alveg viss svona opinbera tölur frá mörgum löndum. Þetta er náttúrulega faraldurinn byrjaði í Kína, í Wuhan og það er alveg mögulegt að Kínverjar séu mjög brenndir. Þeir voru ásakar það að bregðast seint við faraldurinnum og þetta gerði sér ekki grein fyrir hvað þetta yrði útbreitt og það þannig að þeim til vorkunar held ég að sé hægt að segja það, en svo geta menn endalaust að spekulera hvort að þeir hafa búið til þessu veiru og í hvaða tilgangi og allt þetta er svona samsæriskenningar sem að Já, heyrðu, við verðum að taka þetta. Sem að skilar engum, maður geta verið að veltaði fyrir sem fram og tilbaka skilar engum árangri. En nákvæmlega hvað er að gerast í Kína, ég bara veit það ekki, en þeir gripu síðan til mjög harðra aðgerða og það er alveg hugsanlegt að þeir hafi náð að bæla veiruna það mikið niður eins og mörg lönd gerðu sem voru bara með lockdown. Við vorum aldrei með lockdown á Íslandi til dæmis. Landamæri voru aldrei lokuð. Við vorum með takmarkanir og þannig að það er alveg hugsanlegt að þessi lönd, og mér finnst það mjög líklegt að þau lönd sem að beittu mjög hörðum aðgerðum lengi vel og kannski ekki náða bólusetja með marga og kannski ekki nota nógu góð bólefni, að þeir eru kannski að lenda bara illa í því núna seinna og því að veiran mun taka sína fyrr eða síðar og það er bara spurningin sko hvernig hægt að halda aftur af henni. Já. En Leifur, var það ekki veiran til á rannsóknarstofu og Kína bjóð hana til? Ég gaf þessum samsæriskenningum ágæti skaum sko, ég var komin onni í einhverja ormahólur og mér fannst þetta alveg að því að einn maður sagði það á internetinu alltaf sko, já. En þú veist, þetta var alveg áhugavert sko.
Já, ég meina það náttúrulega í sko rannsóknarstofur út allan heim sem að rannsaka alls konar bakteríur, alls konar veirur og að gera alls konar tilraunir í dýrum og prófa þetta og prófa hitt. Það, og það náttúrulega ákveðni staðlar fyrir svona rannsóknir sem menn eiga að fara eftir, en það hugsanlegt að það getur orðið eitthvað svona smit, auðvitað það hugsanlegt og auðvitað ætla ég ekkert að fara að segja já eða nei við því hvort að hún hafi orðið til í rannsóknarstofu í Kína, ég hef ekki hugmyndu en mér finnst það bara ekki skipta neinu máli, mér finnst það mjög ólíklegt að Kínverjar hafa búið til þess að veiru ásættu ráði til þess að láta hana dreifast heiminn, það finnst mér svona bíómyndalegt. Já, það mjög bíómyndalegt. Var þetta ekki bara gaurinn sem borðaði leðurblökkuna? Er það ekki svona? En það náttúrulega þannig að það í Kína oft uppspretta svona nýjum veirum, nýjum influensaveirum til dæmis og það helgast líka því að það bara svo náið samneyti þar á milli manna og dýra og við erum með ýmsa sjúkdóma í dýrum sem eru nánast óþekktir hjá fólki og við erum sífellt að ganga á til dæmis náttúruna og samneitið og þessi balans á milli dýra og manna er sífellt að breytast, það helgast bæði af loftslagsbreytingum og alls konar umhverfisþáttum sem að menn eru að stöðla að og þetta getur leitt til þess að við fáum svona nýjar veirur og útbreiðslu á áður þekktum veirum, ebólu veiruna í Afríku, við bara á apabóluna sem að nú er að ganga, þannig að við erum að horfa upp á alls konar svona breytingar og eigum eftir að sjá miklu meira þessu. Hefur áhyggjur á apabólunni? Ekkert sérstaklega, hún er ekki nærri því smitandi eins og COVID og smitast mikla nánd og við getum að fengi einhver tilfell að þessu og mér finnst það bara mjög líklegt en það verður ég gladur ef að greinist ekki hér en það verður ekki þessi sama útbreiðsla eins og með COVID og ég held að við þurfum ekki að fara að beita einhverjum svona samfélagslegum takmörkunum út af apabólunni eins og við COVID, það finnst mér mjög ólíklegt en svo getur ýmislegt átt þetta að koma í ljós sem að neyðir mig til að skipta skoðun. Já, algjörlega. Þetta er ekki, einhvernar orð þáttarins eru ekkert borðfast. Já. Ekkert borðfast. En já, sko ég var bara að velta fyrir mér, ef að apabólun hefði komið upp í þeim mæli sem hún er að koma upp núna árið 2017, væru við að velta okkur upp úr þessu með fjölda tilfella? Já, ég held að alveg klárlega, kannski ekki alveg eins en ég held að það sé alveg örugt að við myndum gera það og ég minni á ebólan sem var þarna á undan COVID og hún vakti mjög mikla athygli og þjóðir í Evrópu voru undirbúa sig fyrir móttöku ebólusjúklinga og hvernig það ætlaði að gera og meðal annars við hér á Íslandi. Það vakti kannski ekki eins mikla athygli í fjölmiðlum en ég held að það áhugin hefði verið alveg jafn mikill og okkar viðbrögð hefði verið alveg jafn mikill. Nei. Algjörlega. Lúpmenn minna á mango tangobræð og vilja halda áfram að... Það er sumarbræðið. Það er sumarbræðið í sumar, já, algjörlega. Embætti landlæknis mjög ánægt með okkur núna líklega. En ef við aftur lítum aðeins yfir farin veg, sko, fannst þér að gera einhver mistök, einhver tímann það sem brást á harkalega við eða jafnvel ekki nægilega hratt við að varst á slakur? Ég held að auðvitað og ég eftir að fara betur onni í það hvernig nokkuð tókst til og auðvitað hafa menn mismunandi skoðun af því en ég bara minni á það að í COVID-faraldrinum þá voru menn að vinna bara í rauntíma. Við vorum ekki með neina reynslu að þessu sjúkdómi og við aldrei áður hafði svona aðgerðum verið beitt þannig við vissum ekki aldrei að nákvæmlega hvaða árangri við myndum ná með þeim aðgerðum sem gripið var til. Ég held að þannig að, og ég hef sagt að mistök, þegar við erum að tala um mistök, voru ekki gerð einhver mistök. Ég held að við þurfum að skoða það, ég tel að það sé ekki mistök þegar að gripið til aðgerða gegn nýjum sjúkdómi, óþekktum sjúkdómi og svona þegar á reynir og þegar frá líður sjá menn að menn hefur kannski átt að grípa til annara aðgerða. Það er ekki mistök, held ég. Að mínum að það eru mistök ef að þú grípur til aðgerða en ert með vitneskju og þekkingu að það er aðgerðum sem þú greifst til myndi ekki skila árangri, myndi ekki skila miklum árangri. Það eru mistök. Ég held til dæmis að þegar að svona þriðja bylgjan byrjaði haustið 2020
önnur bylgja var í raun og veru engin bylgja þannig og það voru raun og veru fréttamenn og blaðamenn sem að neyddu það inn á alla að kalla þetta bylgju. Það var í öllum upplýsingafundum var alltaf, er þetta ekki örugglega bylgja? Byrjuðu það nokkur tilfelli sumarið og það endaði með því að sagði, heyrðu, við skulum hættum að tala um þetta, við köllum þetta bara bylgju. Það var bylgja nummer 2, þannig að síðan byrjaði þriðja bylgjan haustið, þannig september, október. Það var alvöru bylgja. Það var alvöru bylgja og þá, sko, og ég held að við hefðum átt að bregðast aðeins öðruvísi við þá. Ég held að við hefðum átt að bregðast harðar við. Hvernig, strax. Hver voru viðbröðin þá? Viðbröðin þá voru þau að við sáum alveg hvernig þetta byrjaði og hvaðan smiting komi. Smiting komi frá krám og partístöðum hérna í bænum og í gimminu. Það var svona upprunnin á annari bylgin. Við sáum það með raðgreiningunni og það sem við gerðum þá og þá beittum við svona harðari aðgerðum hér á höfuðborgarsvæðinu og gegn sérstaklega á þessa staði þar sem upprunnin var og vorum að vonast til að við myndum ná að kæfa þá bylgju niður með því að beita þessum aðgerðum hér á höfuðborgarsvæðinu en ekki út á landi. Ég veit ekki hvort þið muni eftir því þegar fólk var að fara til á Akranes að láta klippa sig og svona fóru í önnur bæjarfélög. Það sem að gerðist í framhaldan þetta breyttist bara all land sko. Ég held að við hefðum náð betri árangri með því að beita harðari aðgerðum strax allstaðar. Það held ég að hafi verið svona eftir áhyggja sko, ekki, við höfum þetta að gera öðruvísi. Ég vil ekki kalla það mistök því að við vorum að reyna að við vissum ekki hvort að þessi nálgun myndi virka eða ekki og sömuleiðis þegar deltabylgjan byrjaði sumarið 2021 þá svona eftir áhyggja hefðum við átt að sennilega að bregðast harðar við strax. Það var komin þá mikil tregða í kerfið að gera eitthvað og mikil tregða allstar pólitísk tregða við að beita þessum aðgerðum og enda mistu við þá bylgju talsvert hátt. Já, enda þú talar tregðu, ég ætla að þú talar deltaafri sumar 21, það náttúrulega, þá ríkisstjórnin nýbúin að gefa út þetta í maí, júní 2021 takmarkalaust Ísland og þeir eru búin að, er ekki að teikna þetta rétt? Jú, það var náttúrulega þannig að ríkisstjórnin sko gaf sko einhliða út hvernig sko hvað hún stendað og á hverjum tímapunkti átti að aflétta öllum. Það var einhliða ákvörðun ríkisstjórnarinnar að gera það og ég hafði svo sem ekki neina sérstakar athugasemdir þannig enda er það má ekki gleyma því að það er ríkisstjórnin sem ræður. Mitt hlutverk þó að menn hafi talað þannig að eins og það var ég sem að réði þessu öllu að þá var það ekki þannig. Ég kem með tillögur til ráðherra og ríkisstjórnar aðgerðir og það er ríkisstjórnin sem ákveður vegur og metur þessar tillögur út frá alls konar hagsmunum hvort það er alltaf að fara eftir því ekki og þannig að það er náttúrulega ríkisstjórnin sem að ákveður þetta og ber ábyrgð á því sem er gert. Algjörlega. Hver er uppáhalds pizza á Dominos? Ég er mjög íhaldsamur á pizzu. Ég fæ með pönnupizzu með pepperoni og lauk og ekstra vel bakaða. Já. Ég veist ekki að það væri fítus í búði. Svona crunchy. Já. Hversu sameldin voru þið þríegið? Hvernig var að starfa með Ölm og Víði? Við vorum mjög sameldin. Við þekkjumst náttúrulega. Ég er búin að þekkja Víði alveg síðan 2005-06 þegar við byrjum á þessu viðbragðsáætlun gerð. Við höfum unnið saman því að við erum að nota sama kerfi fyrir alls konar svona náttúruvá og þegar það kemur eldgos að þá er það hlutverk sóttvarnalæknis að sjá viðbröð við þegar það kemur eiturgos og annað slíkt og líka aska og annað, þá er það sóttvarnalæknis sem sér viðbröð því þannig að samband og samvinna sóttvarnalæknis og almannavarna bara á langa sögu og við höfum unnið mjög náið og vel saman og að gerð viðbragðsáætlana. Sömuleiðis náttúrulega með landlækni með Ölmu, við þekkja hana mjög vel og við höfum unnið mjög vel saman þannig að þegar þetta byrjaði að þá náttúrulega þurftum við ekkert að eyða einhvern tími í það að kynnast og byrju hvernig bregst hún við svona eða hinu þannig að samvinna okkar var bara mjög náin og mjög fín og við ræddum saman alla daga mjög náið og
ég fekk þeirra svona komment á mínar tillögur, mín minnisblöð og annað slíkt, þannig að sko, það var mjög mikilvægt að mínar tillögur væri þannig að það væri hægt að útfæra þær, og það eru raun og veru almannavarnir sem sjáum að útfæra. Það er settar reglugerðum hvað má og hvað má ekki og hvernig þetta á að vera, og það er raun og veru í höndunum almannavörnum og lögreglunni að fylgjast með því. Þannig að það var mjög mikilvægt að það var ekki að komið tillögur eða setja einhver reglugerð sem ekki var hægt að framfylgja. Áttu ég hlýði víðiból? Nei, ég var ekki svo leys. Ég og eitt hérna gengum golf fyrir Þór Rolf. Ég fannst það hálfu ömurleg, svona hálf hallarislegt kvót, en ég og eitt svo leys ból. Já, mér fannst þú líka kannski grátt leiknastur. Já, ég fekk ekki nógu gott hérna. Já, dróst ekki rétt að stráið þetta. Kvót. En ég held að það er bara vandræði að búa til eitthvað sem rýma við Þór Rolf. Þannig ég held að nú aðlega verið það. Já. Þau eru örugglega verið lengi að semja þetta. Þú fékkst veiruna skeið á dögunum. Já. Beit hún þig alvarlega eða pakkaður henni bara saman? Nei, ég var nú dálítið veikur sko. Og ég hef nú sagt það, ég hef sjaldan verið eins veikur af svona pest eins og var að COVID og þetta talum að þetta sé bara kvef, allavega það passar ekki í mínu tilviki og það passar ekki hjá mörgum sem ég þekki. Þetta voru margir sem fengu þetta bara vægt og hristu að sér og það er bara flott, en það var ekki og ég lengi að berjast í eftirköst af henni sko. Þreytu og úttalsleysi og það má ég kannski segja ég sé ennþá að berjast í afleiðingar af því. Mér langar aðeins að ræði þetta. Hvað eru margir sem að létust af völdum verunar á Íslandi? Það eru svona, sko það fer eftir hvernig maður sko telur. Í byrjun hérna faraldursins þá var alveg ljóst sko hvernig þetta var. Fólk veiktist, fekk alvarlega lúnabólgu og alvarlega líffærabilun og dó. Þeir sem veiktust alvarlega. Þegar að líða tók á og við vorum konum með þessa bólusetningu og sem að sló á veikindin og þá voru margir sérstaklega af eldra fólki sem að fekk veiruna og þolda bara illa veiruna. En var það þá komið á spítala áður eða? Já, jafnvel, svona í seinni tíð sérstaklega þegar Omikron byrjaði, fólk sem kom inn á spítalanum út af einhver öðru og greindist inn á spítalanum með veiruna og svo kannski dóða og þá skilgreiningu var hérna COVID meðvirkandi þáttur í andlátinu. Þannig að síðast þegar við höfum verið að telja sko, þegar einhver deyr að þá þarf læknir að búa til dánavottorð það hvaða sjúkdóma hrjáðu viðkomandi og leiddu til andláts og þegar við töldum þetta núna þá voru það eitthvað rúmlega 150 sem að voru með þannig hefðu dáið hér á Íslandi en þetta er svona allt háð mati þannig að það getur verið svolítið snúið og erfitt að segja nákvæmlega. Það sem er hins vegar miklu betra að skoða er bara heildarfjölda andláta. Hvað dóu margir meðan að COVID stóð? Já, samanborið undangengin ár og hérna og við höfum gert það og hérna og Hagstofan birtir þessar tölur, vikulegar tölur. Það er svona það er svo mikið sveifla í tölunum náttúrulega eftir vikum þannig að við höfum tekið mánuðina og hvernig leit það nú út þá kom það í ljós að árinu 2020 að þá í nokkrum mánuðum árinu 2020 þá létust færri heldur en undangengnum árum undanförnum árum og sérstaklega kannski eldra fólk og sömuleiðis hérna 2021 þá létust bara færri heldur en hefði gert í 10 ára á undan fyrir 2020. En þegar við fórum að skoða núna, þegar útbreiðslan var svona gríðarlega mikil af Omikron-afbrigðinu, þá erum við með umframdauða, óvinnilega margir létust núna í mars og aprílmánuði, sérstaklega 70 ára og eldri. En þetta getur ekki verið eitthvað frávik? Nei, við tökum frávik, það er að reikna þetta út, það þarf að reikna þetta alltaf sveiflur á milli ára og svona. Já. Það þarf að reikna þetta út eftir ákveðnum tölfræðilegum aðferðum og frávíkin eru inn í því hvað er svona eðlilegar sveiflur það sem er umfram við kallum þetta 95% öryggisspil það sem er umfram það eru svona óeðlilega frávik getum við sagt og við höfum séð það núna en
þannig að ég held að þurfa að túlka þetta svolítið í samhengi og eins hafa svona erlenda stofnanir verið að skoða þetta, byrt nokkra greinar svona dauðsföll og þá kemur það bara í ljós að á COVID-tímanum hafa dauðsföll á Íslandi, bara öll dauðsföll verið tiltölulega fæst af öllum Evrópulöndum. Einmitt. Þarna, það sem við erum að velta fyrir okkur líka er þarna, að því að þú ert að tala með einmitt að þú vísaði til föður og svona kallar það bara eitthvað kvef. Þannig að það sem að ég er að velta fyrir mér eru þið búin að taka einhverja greiningu á því, sko, ég er ekki að biðja akkurat einhverja tölu, hversu mikið af fólki var eldri en 70 ára sem lést af öllu COVID-19, var mikið að hraustum ungum einstaklingum að deyja með veiruna, eða var þetta fólk sem að kannski riði bara, var kannski ekki góð ásakomulagi áður en að fengu veiruna? Jú, ég er ekki með nákvæmlega tölu það, en það var náttúrulega í byrjun, sérstaklega árinu 2020 og svo að þá var fólk bara á miðjum aldri að veikjast, fólk sem var bara tiltölulega hraust var að veikjast mjög alvarlega og dó. Það var þannig og okkur tókst að verja þá eldra fólkið og inn á hjúkrunarheimilum og síðan gerist það í loka árs 2020 að við fáum smit inn á öldrunardeildin á Landakoti og Landspítalann og það voru nokkuð margir sem létust á gömlum einstaklingum sem voru orðnir háaldraðir og með alls konar undirliggjandi sjúkdóma. Þannig það er erfitt að sko aðskilja þetta alveg nákvæmlega en það er náttúrulega sko eldra fólk sem er með undirliggjandi sjúkdóma, háaldra fólk svona segja nýrætt og eldra eða áttrætt og eldra sem er með alls konar sjúkdóma, það þolir bara illa mjög margar sýkingar, pestar og það er mjög algengt að sjá umframdauða til dæmis þegar inflúensan er að geisa og þannig deyr fólk oft á tíðum og COVID spilar líka rullu þar. Algjörlega. Herru, í aðra sálma, kemimenn, þeir eru Tungahálsi 10 Okkar bestu menn. Og þeir vildu sjálfsagt vera með bóluefni umræðinu kvöld. Já. Og Hermann eigandi kemi byrjaði nú að senda á mig Birkir, þetta er ekki búið, ég ætla að minna á það rétt svo Þórólfur mun líklega að gera þannig lappar inn. Þeir eru náttúrulega sjálfsagt með þessar AirPop Lite grímur. Já. Sem eru, sko, Þórólfur notur að gleru. Já, þeir eru að lesa, já. Já. Þú ert ekki með grímu þú lest? Nei. Já, þá myndir þú allavega ekki fá móðu á glerun, sko. Já, sko, þegar vest var, já, að þá notaði ég grímu ef ég var innan aðra því ég var að lesa, já, og það er hálfrétt að það kom móða. Já, einmitt, sko, þá hefði verið betra með AirPop Lite, sko, en þeir vilja þeir vilja fá, sko, powerrank á bóluefnin og þeir eru að velta fyrir sig því þeir eru með alls konar glussa fyrir alls konar vélar og svo framvegis og þeir segja, já, eins og þetta Janssen bóluefni, var það ekki bara eitthvað brandari og hefði ekki verið betra að fara bara til þeirra og kaupa eitthvað glussa af þeim? Nei, ég held nú ekki, sko. Ég held að menn hafi margir hverjir farið mjög illa því að innbyrða eða sprauta í sig glussa, sko. Ég myndi ekki ráðleggja nokkur mann að gera það. En hins vegar var Janssen bóluefni, það er alveg rétt að þegar það kom fyrst að þá var það markaðsett og rannsakað sem eitt skammtur. Já, one and done. Já, en sko við sagðum og ég sagði strax í byrjun þetta hljómar mjög undarlega. Það getur valla verið, sko. Og svo þegar maður fór að sjá rannsóknar niðurstöðunar, þá voru þær bara ekkert betri heldur en af hinum bóluefnunum. Svo veiktust þeir svo rosalega sem fengu Janssen? Nei, það er ekki. Leifur, þú varst alveg eftir því hérna? Það var eitt kvöld sem ég var alveg búinn, en þá vorum við líka að taka upp þátt, sko. Það var mjög... Já, ég held að það hafi verið þáttur. Það verið viðmælandi sennilega. Já, ég var enda líka veikur til Pfizer. En ertu með eitthvað powerrank á bóluefnin? Er það bara Janssen langvest? Ég veit ekki alveg hvað meinar með powerrank. Já, það meina bara frá besta til lélegasta? Já. Nei, ég held ekki, sko. Ég held að eins og ég sagði áðan að þá sko, kom fljótlega í ljós að Janssen var ekki gott bara eitt skammtur. Þannig að við sagðum bara, lítum bara Janssen eins og hinn bóluefnin. Það þarf bara 2 skammta sem er svona grunnbólusetning og svo að gefa örvunarskamt, sko. Og ekki kjaftaði með það. Og þannig að þegar það er gefið þannig að þá held ég að Janssen bóluefni hafa bara verið ágætt. AstraZeneca bóluefni, það var kannski heldur slakara heldur en
bæði Moderna og Pfizer bólefni. Ég fekk AstraZeneca, Já, 2 skammta. En það sem að sennilega sýndi sig að það var sennilega best að blanda þessum bólefnum. já, Á fyrsta, Kokteillinn. já, kokteil, fá fyrsta bólefni með einhverju Pfizer, kannski fyrsta með AstraZeneca, annan með Pfizer og þriðja kannski með Moderna. Það var sennilega öflugast og ónæmi svarið þegar var gefið þannig. Er hægt að nú er ég 3 bólusettur af Pfizer, má ég mæta á morgun tíðin og fá 4? Sko, við höfum sagt það að við erum núna að mæla með því sterklega að allir sem eru 80 ára eldri fái 4. skammtinn og allir sem eru á hjúkrunarheimilum og eitthvað veiklaði fyrir undirliggjandi eitthvað að þeir fái 4. skammtinn og við höfum sagt að líka fólk ef það telur sig vera eitthvað veiklaði, eitthvað hrætt eða eitthvað, þá geta það fengið 4. skammtinn. Þannig að Og mælur með því? Ég mæli ekkert kannski sérstaklega með því á þessum tímapunkti en það er verið að fylgjast bara mjög náið með því hvað þarf að gera til minnst næsta haust, hvernig mun COVID hegða sér þangað til, mun koma nýtt afbrigði, hvað á að gera með bóluefnin, á að gefa gamla aftur, á að gefa mæla með því 4. skammti fyrir alla eða verður komið nýtt bóluefni sem verður öflugra. Þetta er allt svona óvissa sem engin veit, en ef þú segir að ég ætla að fara að ferðast til Kína, kemist þú sennilega ekki inn að bíða landamærunum, eða einhvers til landa það sem eða Norður Kóreu sko, til dæmis það sem er mikil útbreiðsla, að þá myndi ég mæla með því að þú fengið 4. skamt. Okay. Ertu samanlega að faraldurinn hafi verið að miklu leyti keyrður áfram að þeim einstaklingum sem neituðu að láta bólusetja sig og hvað er að hátt hlutfall hér á landi og ég ætla að spurninguna, ekki bara þeim sem neituðu að láta bólusetja sig, heldur líka þeim sem voru kannski ekki búnir að fá bólusetningu? Sérst óbólusettum bara? Nei, ég held ekki og ég var aldrei í þeim leik að tala niður til þeirra sem að annarkvort vildu ekki láta bólusetja sig eða gátu það ekki. Það var ekki þannig. Það hefði verið hægt að gera það ef að bóluefnið virka þannig að þau hefðu komið í veg fyrir sýkingu, komið í veg fyrir smitt. Þá hefði maður getað sagt, heyrðu, þetta eru þeir sem að dreifu faraldurinn áfram. Því að þeir sem voru bólusettir þeir smituðust og gátu smitað aðra þannig að það er ekki hægt að segja það. Eru þeir hólpnir sem eru óbólusettir í dag? Nei, ég held ekki því að þeir eru ennþá í gangi, við erum að greina 100 manns á dag og fólk getur smitast sem eru óbólusett og það er alveg klárt og rannsóknir erlendis sýna það og reynslan hér á Íslandi inn á spítalanum og það þarf ekki að tala við bara smitsjúkdómalækna sem er annars þetta fólk að sjúkdómsgangurinn og sjúkdómurinn allt öðruvísi hjá bólusettum heldur en óbólusettum. Þeir sem eru óbólusettir þeir veikjast miklu verð, fá meiri einkenni og rannsóknir erlendis sýna það líka að dánatalan er herri, meiri líkur á spítalainnlögnum hjá þeim sem eru óbólusettir heldur en þeim sem eru bólusettir. En hvernig er það að lifa þessu með þig? Þú veist, þú tókst Janssen og svo fékkstu COVID. Já. En ertu þá óbólusettur? Já. Eða sem sagt, ef var ekki að tala um að Janssen var einhverju 6 mánuðir? Nei, sko, það var uppalega þannig að það var 1 skammtur og síðan mæltum við bara með skammti nr. 2 þeir sem að fengu síðan COVID það voru uppalega spurningu það hvort að þeir ætti að fá sko, 3. skammtin eða ekki en síðan mæltum við bara með 3. skammti fyrir alla. Já, akkurat. Skrópaðir. Já, alveg bursið frá því hvort þau fengi COVID eða ekki og ég held að þessi kokteill klárlega að fá COVID og vera bólusettur og fá aftur bólusetningu það er besta vörnin sem við getum hugsað okkur á þessum tímapunkti. Algjörlega. Gefur þú lítið fyrir þessar meintu aukaverkanir sem að margir töluðum þessar samsæriskenningar eða svo kallu? Nei, alls ekki og það voru aukaverkanir og við fylgdust með því hér Lyfjastofnun fær tilkynningar aukaverkanir blóðtappa Já, en það sem að skiptir máli en við höfum bara ekki bolmagn til að rannsaka þetta bæðir þýðið okkar ekki nógu stórt til að fá eitthvað power í niðurstöður á svona rannsóknum talandi power þá þurftum við að reiða okkur á rannsóknir erlendis og þá sjáum við bara það að aukaverkanir sem menn voru að lýsa og sáu eftir bólusetningarnar þær sjást líka eftir COVID og eru miklu algengari og alvarlegri eftir COVID heldur en eftir bólusetningarnar, blóðtappi og það eru margir sem að nýja rannsóknir frá Bandaríkjunum sína það að þeir sem að fengu COVID eru líklegri til að fá blóðtappa vandamál miklu líklegri heldur en eftir bólusetningu. Það var eitt þarna rosalega skrítið dæmi
með stelpuna sem lamaðist fyrir neðan mitti eftir sprautu. Já, ég get nú ekki kommenterað á það en ég bara minni á það að það eru alls konar sjúkdómar sem hjá fólk, hvort sem það bólusett eða ekki bólusett, og þegar við erum að bólusetja svona marga, sko bara safna öllum, bara nánast öllum Íslendingum saman og bólusetja á alla, og það mun alltaf einhverjir fá einhverja sjúkdóma í kjölfarið, hvort sem það tengist bólusetningun en ekki. Það er ekki þannig að við getum sagt að allir eru bólusettir að þeir fá enga sjúkdóma. Þannig að það þarf að gera þetta upp miðað við óbólusetta, miðað við fyrir bólusetningu er hærri tíðni og svo framvegis. Þetta er mjög flókið fyrirbæri að skoða þetta. En það er mjög auðvelt að tengja saman, sko, ef maður er bólusettur og svo eftir einhverja daga, eftir einhverja vikur fær maður einhverja einkenni, einhvern sjúkdóm og að tengja þetta tvennt saman. Og þetta getur það verið, en það þarf að gerast að rannsaka það með ákveðin máta og ég er alls ekki að gera lítið úr því og það eru aukaverkanir að þessum bólefnum, en það eru bara miklu vægari heldur en af COVID og þannig ávinningurinn er margfaldur af bólusetningu heldur en að láta bara slag standa og fá COVID. Já, Leifur, ég heldur endar að sé trakkar í þessum bólefnum. Já, fyrir utan það, sko. Já, en fyrir utan trakkarinn finnst mér þetta fínt, sko. Hreyfilsmenn, þeir elska uppáhalds-alþingismaður þeirra er Inga Sæland og hann var mikið hlegið þegar Inga Sæland hætti Kastljósi þarna í febrúar 2020 og hún myndi loka landamærunum og fara með okkur öll út í Egilshöll, sóttkvíar hótel eða hvað sem það var. Loka landamærunum alveg og byggja sóttkvíar hús í Egilshöll. Hefðu við betur hlustað á eins og hreyfilsmenn kalla hana Queen Sæland og hefði það virkað eða væru við þá í sömu stöðu á Kínverjaðinni í dag? Það hefði ekki virkað, sko. Og fyrir það fyrsta þá hefði aldrei virkað, bara getið ímyndað ykkur að við ættum að loka landamærunum í 2,5 ár, þá væri við ennþá með loku landamærin og ekki hleypt neinum inn eða út og þið getið bara ímyndað okkur hefði hinn íslenska þjóð sko sætt sig við það. Það er ólíklegt. Mjög ólíklegt. Það að safn eins og var lagt til eins og Inga Sæland, sko, með fullri virðingu fyrir henni, hún var bara áhyggjufull og þetta voru hennar hugmyndir og að safna öllum saman upp í Egilshöll, þeim sem voru útsettir og hugsanlega getur smittast og þeim sem voru smittaðir, það hefði bara búið til stærri faraldur að mínum mati og það hefði ekki, sko, verið mannafli til að sinna öllum sem að lægju þar á beddum eða dýnum inn í Egilshöll, það hefði verið alveg skelfilegt ástand. En algjörlega, en þá kannski koma aftur þess að við vorum að ræða Bóa Nils í seinsta þætti, þar sem við vorum að ræða, sko, það var nú ekki heldur mjög COVID-vænt, sko, hvernig þetta var á landamærinu á tímabili. Ég maður því ég var að lenda frá, ég reyndar að vera að gefa það að þú mældir ekki með því að fólk væri að fara erlendis, hérna, 2020-2021 á óþörfu. Það var algjör tróðningur og þú veist, ef það var einhver staðar sem var að fara að fá COVID, þá var það í Leifsstöð, sko. Þetta var ótrúlegt að mæta þarna inn. Já, ég get alveg tekið undir það, en enda voru kvaðir á þegar fólk átt að fylgja ákveðnum reglum, nota grímur, gæta handspritti og gæta þessum hreinlætis reglum en það er bara, það ræðst ekki við allt og það er ekki hægt að, sko, við vorum með tilmæli til að biðla til fólk sem að hegða sér ákveðin máta, sumir fóru mjög vel eftir því. Við vorum líka með tilmæli og biðla til fólk sem verið ekki að fara til útlanda. Já, ég veit það, sorry. Ég veit ekki hvað þú varst að gera til útlanda. Þannig er þetta bara í þessu og það er nóg og bara benda á það enn og aftur og við sáum það strax að því að við byrjuðum með aðgerðar landamærum og vorum með raun og veru eina af fyrstu löndunum til að gera það. Og Sóttvarnastofnun Evrópu taldi að það væri ekki þörf á því að vera með neina aðgerða landamærunum. Við sáum mjög fljótt að því að við aðgreindum alla veirur sem við greindum á landamærunum. Með aðgreiningu þá sjáum við nákvæmlega hvernig veiran er og svo getum við rakið hann áfram til annara. Og þá sáum við það var bara nóg að það var 1, 2 eða 3 einstaklingar sem að slippu í gegn og gætu sett að staða faraldurinn. Þannig að það var eitt af því mikilvægasta sem við gerðum var að reyna að stemma stigu við útbreiðslu veirunar yfir landamærun og við gerðum það, reyndum að breyta taktík og gera það eins lítið íþyngjandi eins og mögulegt var, bæði með því að biðla til fólks, reyna að taka bara sýni af þeim sem að voru að koma frá áhættusvæðum,
en fundu það fljótt að það var mjög erfitt að vita það nákvæmlega. Fólk flýgur gegnum Kaupmannahöfn og er að koma frá alls konar löndum og þannig við vorum að reyna sem við gátum að reyna að sníða þetta að áhættu fólki og ég held að það hafi skipt alveg sköpum í sérstaklega á árinu 2020 og svo 2021 líka. Nú hef ég ekki verið greindur með COVID. Hvað líklegt að ég hafi fengið COVID? Ég þori ekki að segja. Við gerðum rannsókn með íslenskri erfðagreiningu þar sem við meldum mótefni gegn veirunni og gegn bóluefninu. Það var gert núna í byrjun apríl og þá kom það í ljós að það var bara stór hluti af þeim sem að greindust með mótefni gegn veirunni sem að hefði ekkit vitað að þeir hefði smitast. Þannig að það dágóður hluti sem hefur smitast á þess að vita af því. Sko, í gegnum faraldurinn það mynduðist nokkur góð hugtök sem að voru mikið rætt og það var mikið rætt bara faraldurinn í heild sinni. Eitt af mínum uppáhaldsorðum þetta eru viðsjárverðir tímar. Já. Mjög gott að fólk hafði ekki heyrt á þér. Ég sá þetta mjög oft með Ursulun til að byrja með sko. En á þessum viðsjárverðir tímum hvaða minnisblað var það sem að þið fannst erfiðast að skila? Var það einhverjum tímapunkti sem að hugsa fólk, þetta að fara að gera allt vitlaust? Nei, alls ekki sko, vegna sem eins og ég sagði fyrr að þá var búið að undirbúa, ég var búin að undirbúa minnisblöðin dálítið vel, ég búin að vera í stöðugu samtali við ráðherra og búin að undirbúa líka kannski dálítið þjóðina fyrir það kannski nokkur dögum svona. Akkurat, búið að undirbúa þjóðina og svona gefa í skyn hvernig þróunin væri, þannig að þetta reyndi að gera þetta þannig að minnisblaðið væri svona eðlilegt framhald af því sem við vorum búin að tala sko. Hver væri áhættan og hvað væri að gerast núna og þannig og var búin að heyra það hjá ráðherrum sko, hvað væri hægt að útfæra, hvað myndi ganga í gegn og hvað ekki. Síðan gerist það að það kannski kemur að þeim tíma, ég sé það að það bara mjög erfitt að koma með minnisblaðum svona eina tillögur eða svona bara ég legg til 1, 2, 3, 4, 5 að við gerum þetta og þá og vegna þess að það á endanum sko stjórnvöld sem ber ábyrgð á því hvað gert að þá kom ég með minnisblöð sem voru kannski með 3 möguleika á aðgerðum og það sem ég reyndi að reifa það hvað væri hverjar afleiðingarnar af hverju aðgerð gætu orðið. Ef við gerum þetta, þá gætu afleiðingarnar verið þessar. Og mér fannst ég verða að gera það þegar að ég sá alveg að þetta var svona pólitískt kannski orðið svolítið snúið, hvað ætti að gera, þá gerði ég þetta. Og vegna þess að mér fannst kannski á köflum líka menn veri og jafnvel þingmenn og stjórnmálamenn voru að tala með þetta eins og þetta væri bara ég sem væri að stjórna þessu sko, en ekki ríkisstjórnin. Talandi það, aðeins varandi þá umræðu, sko, það höfðu allir skoðanir á þessu og stjórnmálamenn eins og við töluðum fyrir þættinum létu oft ansi harðorð falla. Fóra einhvern tímann í þig, lagðist það misjant í þig, fannst þér einhvern tímann vera einhver populismi í gangi? Já, það var oft þannig. Ég var nú yfirleitt ekkert að svara því. Mér fannst það ekki nema, ég gerði það nú reyndar stundum þegar mér fannst menn, sko röksemdafærslan, þegar mér fannst hún röng og menn vera komin út í skurð, bæði með það að gefa sér ákveðna forsendur fyrir sjúkdómnum og þróunin á honum sem að margir eða sumir málsmetandi menn gerðu. Þá fannst mér vera tilneyddur til að reyna að leiðrétta það og ég var ekkert að fara út í einhverja nota einhver stór orðum það, ég bara sagði að þegar að menn að tala svona þá eru þeir bara með rangar forsendur og þá eru menn líka að gefa sér ákveðna niðurstöðu og eins og ég hef sagt og sagði oft ef að menn, þetta var snerist aðalega það að það væri verið að grípa til allt of íþyngjandi aðgerða og það var að vera að takmarka frelsi fólks og það er bara ákveðið pólitískt
hugmyndafræði sem menn hafa og ekkert út á það að setja, en ég kallaði eftir því að þegar að menn töluðu það að það væri verið að grípa til allt og mikill aðgerða og það væri verið að hefta frelsi fólks og svona, þá kallaði ég eftir því að menn kæmi þá með rök hverju að það ætti ekki að gera þetta og kæmi þá líka með, segðu líka frá því til hvaða aðgerða þeir ætluðu að grípa þegar að spítalar landsins og heilbrigðiskerfi myndi keyra yfir. Og ég held að það hafi sýnt sig að það gerðist núna til dæmis í Omikron-bylgjunni. Jafnvel þó að væri hlutfallslega mjög fáir sem að veiktust alvarlega, þá dugði þessi mikla útbreiðsla til þess að Landspítali var alveg við það að keyra yfir og heilbrigðiskerfið. Næsta spurning í boði Brí og Léttöls sem að mínum að þetta besta léttöl á landinu og jafnvel víðar. Þetta leikbreytir að þetta er bara, hvernig var þetta daginn? Fyrir 2 þáttum síðan þá var ég með léttöl og ég tók eftir því. Agalega gott. En þeir vilja aðeins ræða Pfizer-dílinn svo kallaða. Já, nú er ég spenntur. Já, þetta var heitasta slúðrið á landinu í nokkra daga þarna á sínum tíma. Hlutabréfamarkaðurinn bara fór. Já, einmitt, þetta var hana í kringum, eitt langt eftir allt útboðið, menn voru svona pæli og það voru einhverjir sem ætlaði að greiða fúlgur á þessu. Og það var einhver Jón Úrbæði sem þekktu frænda sem áttu frængu sem var að vinna í Controlant og Controlant væri að fara að koma með Pfizer-bóluefni fyrir alla þjóðina og þeir Kári væri að loka þeim samning. Við myndum vera einhverju guinea pigs. Já, sem sagt, einhvers konar tilraun á bóluefni á heilli þjóð. Hversu mikið bull var þetta? Eða átti þetta sér einhverja stoð í raunveruleikanum? Já, það átti þessi stoð í raunveruleikanum og það var náttúrulega, eins og bara kom fram á þeim tíma. Það var þannig að bóluefnin, upphaflegu rannsóknirnar á bóluefninu gegn þessari Wuhan afbrigði sýndu bara að bóluefni var mjög gott, komið veg fyrir smitt og þar að leiðandi komið veg fyrir alvegleg veikindi. Þannig að menn litu á það að þetta væri lausnin okkar út úr þessu. Og þá buðumst við og við töluðum saman, ég og Kári Stefánsson, það að hvort það væri ekki, það vantaði rannsóknir. Þegar menn gera rannsókn á bóluefnum þá taka þeir hóp sem er bólusettur og annan sem er ekki bólusettur svo bera þeir saman veikindin hjá þessum 2 hópum og þannig fá menn fram svona virkni, hver er virkni bóluefnisins. Við sögðum, akkur ekki að bólusetja bara alla þjóðina og sjá hvort við náum að halda bara sjúkdómnum í skefjum og við getum þá slakað á landamærunum og leyft veirun að koma inn og þá sjáum við virkilega hvernig bóluefni reynist. Við þurfum hvort að gera það einhverjum tímapunkti. Og við sögðum bara við Pfizer, við erum tilbúin til þess að gera svona rannsókn og fylgjast með því og gera svona góða vísindalega rannsókn til þess að svara þessu spurningum. Því að svona vísindalega rannsókn var þá ekki til. Ísraelsmenn voru reyndar að byrja á því en við töldum það var allar forsendur til að gera þetta vísindalega þannig að það myndi svara mjög mörgum spurningum sem að yrðu gagnlega fyrir önnur lönd. Þannig að önnur lönd gæti það sagt, heyrðu, ef við gerum þetta svona, bóluefni virka mjög vel, ef við hleypum inn og ekki með takmarkanir, þá virka bóluefni mjög vel til að halda sjúkdómnum í skefjum. Það dróst töluvert að langinn og var mikil umræða þetta og menn stiltu þessu upp sem einhvern siðfræðilegum spurningum sem bara var allt í góðu lagi með það akkur við værum að tróða okkur framar í röðina, akkur við ættum að eiga rétt á því að fá bóluefni fyrir alla meðan aðrir væri að bíða og sérstaklega lönd í Afríku og annars staðar fengu lítið af bóluefnum og alls konar svona spurningar og við sögðum bara, það að svara þessu spurningum, það er gagnlegt fyrir alla, Og meðan við getum ekki svarað þessu spurningum og enginn getur svarað þessu spurningum, þá vitum við ekki nákvæmlega út í hvað við erum að fara. Þannig að við töldum það að vera alveg siðfræðilegar og vísindalegar góðar ástæður fyrir að gera þetta. Menn höfðum skipta skoðanir á þessu eins og gengur bara á, það var ekkert að því, en síðan gerist það að það er einhver sem að kippir í spottan hjá Pfizer og þetta fellur upp fyrir. Já. Hvernig, Kári ánáttúrulega og íslensk erfðagreining búin að reyna þjóðinni algjörlega frábærlega og þetta er merkilegu maður, en hvernig er að vinna með hann dagstæðilega?
Já, ég náttúrulega hef ekki unni með honum svona dagstaglega en það var ansi náið samband hjá okkur sérstaklega í byrjun og hefur svo sem verið allan tíman og jú, það er alveg hárrétt að íslenska erfðagreining hefur staðið sig alveg gríðarlega vel og þegar í byrjun bara strax í mars 2020 þá hefur Kári samband við mig og býðst til að taka þátt í því að greina veiruna og raðgreinana og þá var greiningar getan á Landspítalanum mjög lítil og við höfum aldrei geta greint á landamærum eða greint alla hér innanlands á þeim tíma þá voru hraðgreiningaprófin ekki komin og hann bauðst til að þeir myndi gera þetta og á tímabili þá gerði fyrirtæki lítið annað heldur en að greina þessi sýni og gegn sko yngu gjaldi gleyma því og það var ekki fyrir en á einhverjum tímapunkti sem að ég bað Kárum að koma inn í greiningu á landamærunum þegar við gátum ekki meir á veiru og sýkla á veirufræðdeildinni og þá, jú, það var ekki að gjaldi en til minns raðgreiningi við höfum ekki aldrei getað keyrt þennan faraldur svona vísindarlega því að það má ekki gleyma því hvernig nálguðumst við þennan faraldur og það var Kári meðal annars sem að sagði það fyrstur í okkar samtölum að við þyrftum eiginlega að nálgast þennan faraldur bara eins og vísindaverkefni. Hvernig gera menn vísindaverkefni? Jú, menn með tilgátu og menn safna gögnum, rannsóknar niðurstöðugögnum, gera greining á gögnunum og koma svo með tillögur viðbrögð. Og þannig reyndum við að vinna þetta allan tíman. Við söfnuðum upplýsingum hér innanlands með þessum sýnatökum, raðgreiningum og góðum faraldsfræðilegum upplýsingum, gerðum áhættugreiningu og sáum hvar veikleikin í kerfinu okkar og við þurfum að reyna að breyta og bæta það. Þannig reyndum við að nálgast þennan faraldur allan tíman. Og pluss og náttúrulega þekking sem kemur ellendis frá og rannsóknir og annað slíkt og þetta þannig að þáttur íslenskra erfðagreiningar var alveg gríðarlega mikill. Já, hjartanlega samanlega því. Algjörlega. Tómas Þóruðsson, okkar besti maður á messanum, alveg verti, þvílíkur matur. Eins og ég segi, laxaborgarinn mitt upp á allt þessa stundina en gælurnar eru hreinlega æðislegar. Hefur komið að messan leikjútri? Já. Frábær staður. Ég borða þar pönnusaltfisk og pönnufisk, alveg frábær. Velgert. Pönnur, aðalega góðar. Sko, hvernig var, þú varst náttúrulega vondi maður með minnisblöðunni í augum einhverja eins og við hefum komið í gegnum þó að það séu náttúrulega stjórnvöld sem ráða. Varstu fyrir einhverju aðkasti og fékkst einhver rætin skilaboð, var bankað upp á eða hringt eða senda á þig á einhverjum miðlum, eitthvað slíkt? Nei, aldrei. Aldrei? Nei, ég var aldrei fengið nefnum bara mjög gott viðmót til fólki sem hefur stoppað mig út á götu og þannig að ég var aldrei orðið fyrir neinu áreiti. Það var reyndar, sko, fékk ég tímabili pósta nánast hótanir, sko, og svona alltaf því líflátshótanir frá einhverjum óþekktum og ég bara tilkynnti þetta til lögreglunar. En það er algjör undantekning, þannig að ég get ekki annað sagt að ég hef bara fengið mjög gott viðmót frá öllum, en það held ég að sko bara þessar vinsælda kosningar þó að það sé ekki mælikvarði á eitt eða neitt þá bara sýnir það, ég held að þjóðin hefur kunnað að meta það sem var gert og eins og ég hef oft sagt að ég var kannski svona samnefnari og andlitið út af við, en það er alveg gríðalegu fjöldi fólk sem að raun og veru gerði þetta stóð í þessu og á þess að þakkir skildar. En það var ekki mikið þetta og eða það var að koma undir nafnleysi? Já, það var undir nafnleysi, já. Ok, frumherramenn, þeir eru mjög ítalegir í sínum skoðunum og eru leiðandi á landinu, leiðum mér að segja. Eru þið með eitthvað skoðun í dag, eða? Já, sko, þeir eru með skoðun hérna, þeir eru með ummæli sem að stóðu sennilega ekki skoðun eftir áhyggja. Já, þeir eru með eitthvað sneið. Já, þeir voru samstarfið dómarna svona, fengið hennar sneið. Þórólfur, út náttúrulega besti sóknarvarnarlæknir allra tíma og það fer ekkert á milli mála. En þeir ákveða stríða er enga síður. Í júlí 2020 kom þetta fram, almenn notkun gríma myndi sennilega ekki skila miklu og gefa falska öryggiskend. Hvernig var að vera í fyrsta lagi með mæk á þér næstu bara 24/7, þar sem að þú varst alltaf að tjáði við nýjum bara upplýsingum og
Hvað leiti breytum skoðun? Þó við höfum aðeins komið inn á hann með alveg Já, drótasmiti og úðasmiti og... Sko, það er þannig að þegar maður er vísindamaður og ég tel mig vera vísindamann hérna, bæði sem barnalæknir, smittsjúkdómalæknir og sem lýðheilsufræðingur og hvað gerir maður? Jú, maður byggir á þeirri þekkingu sem er tiltæk þá stundina ef að kemur og maður byggir á henni og nýtir sér hana eins og maður getur ef að kemur svo ný þekking sem maður segir það að það sem maður hefur haldið fram að þessu að það sé ekki alveg rétt, að það sé betri þekking að gera eitthvað annað þá nýtir maður sér það líka ef við gerðum það ekki sem vísindamenn og læknar þá varum við að gera nákvæmlega sömu hlutina núna við gerðum fyrir 20-30 árum þá var engar framfarir byggja á því að það er verið að sýna fram á það að það sé til eitthvað betra heldur en það sem við erum að gera í dag og ef að menn ætla ekki að nýta sér þá þekkingu þá eiga menn að gera eitthvað annað sko og vera einhvers staðar annar staðar þetta snýst ekki það að menn geta heyrðu góði menn þú sagði nú þetta hérna, fyrir viku síðan og nú ertu bara að segja eitthvað allt annað það snýst ekki það snýst og það snýst heldur ekki það skiptum skoðun í svona faglegum málum það snýst það að fara eftir vísindalegri þekkingu sem að liggur fyrir og menn hafa sýnt fram á að virka betur heldur en sem að hélt í gær. Algjörlega, vel svara. Klárt mál. Og við erum komin í hraðaspurningarnar, Þórólfur. Já. Þetta komið stellingar. Já. Mér finnst alltaf gaman, sko, hraðaspurningarnar er bóðið Payday og ég er með takkaborðið hérna fyrir fram og ég veit ekkert hvaða lag mun spilast þegar ít á takkan. Ég skemmtir þetta bara. Já. Slagi bapar. Yes. Herðu, hraðaspurningarnar eru sem sagt í bóðið Payday sem að einfalda bókhald fyrir lítil fyrirtæki, meðalstór fyrirtæki og einyrkja. Þetta er svo þægilegt, Birkir. Já. Bara, þetta er hugbúnaður sem sérum þetta fyrir. Senda reikninga, launa, hald, allt þetta dæmi. Algjörlega. Og fyrsta hraðaspurningin er, í bóði Payday, Þórólfur, hver er versta fjárfesting sem þú hefur gert? Versta? Það er að kaupa flugelda fyrir gamlarskvöld. Já. Ómikrón eða deltaafbrigði? Herri, ég tek þetta tilbaka. Þetta var ágætis fjárfesting fyrir sko björgunarsveitirnar. Já, ok. Hún segir pass, já. Við höfum alveg heyrt, já. Ómikrón eða delta? Delta var skárra. Hver er svo spurning sem þú þurft að svara oftast? Gerðirðu mistök? Uppáhalds bylgja? Uppáhalds bylgjan mín? Já. Það er bylgja 2 sem að var ekki bylgja. Já. Mín er bylgjan. Já. Er eitthvað spennandi nýtt afbrigði á leiðinni? Já, það er þetta Omicron BA5 sem það verður fróðlegt að sjá en virðist ekki að vera neitt sérstaklega alvarlegt. Nei, okay. Það var spennandi. Hvor er verið yfirmaður, Svandís eða Willum? Þau eru bæði fín. Já. Eyði ég 1 mánuð, þú mátt velja, Björn Ingi, Víðir eða Alma? Allir væri ekki, má ég velja 1 bara? Já. Ég myndi velja Víði, við eigum margt sameiginlegt, við erum báði vestmanningar og svona, myndum kannski við nokkuð best saman, held ég. Uppáhaldslægið? Það er bara bítlalag, ég er svo bara orðin tröll í músík, sko. Nowhere Man. Skemmtilegasta lag sem þú tökur á gítarinn? Já, það er mörg vestmannlega mjög skemmtileg eins og til dæmis skemmtilegt lag er Þar sem fyrrum eftir Oddgeir Kristjánsson. Já. Hvenær fórstu síðast á þjóðhátíð? Ég man það ekki, það er mjög langt síðan ég er eiginlega langt síðan hætta frá þjóðhátíð. Já. Það eru mörg ár síðan. Já. Þannig þú ert ekki skemmt það í ár? Nei, ég hef skemmt á þjóðhátíð, ég hef spilað tvisvar. Já, einmitt. Þjóðhátíð. Þeir eru með símanúmer hjá hann, þið viljið fá hann? Já. Uppáhaldsflensa? Uppáhaldsflensa? Influensa. Liðið í enska? Liverpool. Myndu taka Sir Alex Ferguson á þetta og ráða þinn eftir mann sjálfur? Nei, ég get það ekki, það er bara lagabókstafur sem segir hver á að ráða hann. Sérðu kauptækifæri í Kauphöllinni? Nei, ég gerði það einu sinni og
fekk móral á eftir og ég læt það eiga sig. Uppáhalds staður í heiminum? Það er hálendi Íslands. Það var einn á milli. Hún er líka dálítið góð. Varstu að sorta markaðinn áður og skila þér minnisblöðum? Já, mér fannst það mjög áhugavert að sjá þegar hérna hlutabréfin í Icelandair féllu, eða flugleiðum féllu þegar minnisblaðið mitt kom fram. Það var áhugavert. Uppáhalds drykkur fyrir utan Bríó Léttöl? Áfengur drykkur? Þarf ekki að vera. Það þarf ekki að vera. En sem sagt sko, það þýðir ekki að Bríó Léttöl sé uppáhalds drykkurinn, hann er bara ekki með í menginu. Já, ok. Það er gin og tónik. Já. Tveir röð fyrir gin og tónik. Já. Pipar og gúrka? Það eru pipar? Já. Nei. Paprika? Nei, bara piparkorn. Piparkorn. Setur þú piparkorn og gúrku í gin og tóniki? Já, meina það. Nei, ég set hvorugt. Ég set bara lime. Já, ok. Lime. Er þetta Hendrix, eða? Nei, mér finnst Hendrix ekki nógu góður, sko. Nei. Ég tek bara Beefeaterinn á þetta. Já, Beefeaterinn. Klassist. Uppáhalds matur? Það eru nú nokkuð margir. Ég verð nú ekki að segja, sko, nautafili. Já. Og síðan eitt ráð sem myndi veita ungu fólki? Hafa drauma, elta draumana sína og fara eftir hjartanu og vera sáttur og sanngjarn. Já, og einn lókaspending frá mér. Þú ert að leggja skóna hilluna núna í september. Hvað ætlar að fara að gera núna? Munum ekki dauð leiðast? Jú, alveg örgla. Ég held að öllum sem hefur liðið vel í vinnunni og mennta sig til ákveðina hluta og vera að vinna með frábæru fólki, það verður ákveðið svona sorgarstund að hætta því. Já. Það kemur alltaf að því og það er betra að ákveða sjálfur heldur en að láta einhverja aðra ákveða fyrir sig og segja að ég er hann ekki að fara að hætta. Þannig að jú, ég mun örgla vera svona ákveðin tómleiki í mínu lífi en ég þarf bara að vinna með það eins og svo margt annað, eins og bara við COVID-19. Ég myndi greina að taka Bó Ágússon á þetta og fara í eitthvað svona ráðgjafalhlutverk eða eitthvað svoleiðis. Já, mér finnst það svolítið, Bogi náttúrulega frábær, búin að vera frábær sjónvarpsmaður, maður er búin að alast upp með honum lengi, hann er nú ekki nema 1-2 árum eldri en ég, en ég hef sjaldan síðan eins mikið á skjánum eins og núna eftir hann hætti. Þannig nei, ég held ekki, það er ekki búið á þetta. En af hverju þið Bogi hætta svona ungir? Þið hljóta að vera bara kringum 55. Já, ég veit, já, það gæti verið það. Jú, það er bara lífið, það er svo margt annað að gera. Það er svo mikið yfirvinnutími með COVID. Já, það er aldrei að vita hvað maður gerir, en ég ætla nú að reyna fyrst bara að sinna sjálfum mér og mínu vinahópi og mínu fjölskyldu. Frábært. Algjörlega. Já, þá er lokaspurningin, hvað er það mikilvægast í lífinu? Það mikilvægast í lífinu er að vera sáttur við sig og umhverfið sitt og fylgja hjartanum. Frábært, það búið að vera hrikalega ánægilegt. Takk kærlega fyrir komuna, Þórólfur. Með þér, Þórólfur. Takk sömuleiðis, gaman að spjalla við ykkur. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir. Viljum bara þakka PLT, Frumherja, Kyocera lausnirnar, Loop, Smitten, Barjón, Kemi, Reyvill, 588-5522, Bríó Léttöl, Dominos, Payday, Messanum og ykkur öllum sem hlustuði. Sjáumst að viku liðinni.